Mín tenging við Ladda nefnilega ekki mikil út af því ég ólst upp í Portúgal. Ég fekk oft þegar ég bjó í Portúgal senda svona spólu með barnatímana þannig að ég kannast við Ladda gegnum struppana. Ég trúi bara ekki ennþá í sé þarna, skilur, að því að sko Laddi var náttúrulega bara heima með pappa að búa þetta allt til. Þannig að ég horfði bara á þetta gerast og það sem svo bilað. Og ég og vinkona mín, við sátum alltaf bak við hægindastól hjá ömmunnar og afa og hlustuðum á Halló Ladda í kassettutækinu og það mátti ekki fara neitt með tækið. Svo satt hann með pípu og var virðulegur og við vorum að hlusta og okkur langaði svo að leika með. Haraldur, Haraldur, Haraldur. Ingibjörg. Og alltaf þegar við glemdum okkur þá kom alltaf honum. Öss, ætti þessu. Frænka mín söng Tyggigúmmí-lagið í einhverju ammæli eða eitthvað svoleiðis og ég var algjörlega dolfallin yfir henni sko, að því ég held að hún hefði einhvern veginn skáldað þetta upp úr sér og mér fannst hún svo fyndin með allar þessar raddir og eitthvað svona. Svona eins og þegar við byrjuðum að gera lagið Superman sko, þá bara fannst mér ég vera komin í aftursætið á bílnum með mömmu og pappa og erum að keyra einhvers staðar út á land og það verið að gera rútínuna, þú veist, hreyfingarnar, húka bíl, busta tennur og allt það.